En Alþingi samþykkti á dögunum fríverslunarsamning við Kína. Hvað þýðir hann fyrir atvinnurekendur og neytendur? Hingað komin til þess að fara yfir það eru þau Almar Guðmundsson, framkvæmdastjóri félags atvinnurekenda og Jónína Bjartmars, framkvæmdastjóri Iceland Eurotravel. Verið velkomin. Takk. Takk fyrir. Og Almar, þú ert jafnframt framkvæmdastjóri Íslensk-kínverska viðskiptaráðsins og Jónína, þú ert stjórnarmaður í þeim samtökum. Almar, byrjum við þig, kannski byrjum á neytendum. Hverju megum við neytendur eiga von á af þessum samningi? Hvað hefur hann í för með sig fyrir okkur? Já, kannski bara örstutt ára við förum þangað þá hefur þetta verið svolítið ferli og Alþingi samþykkti þetta að lokum núna í janúarmánuði eftir auðvitað ákveðna afgreiðslu og ákveðna umræðu og áður samningaviðræður á milli Íslands og Kína. En nú allavega búið að staðfesta samningin af hálfu Alþingis og væntanlega verður hann komin í gildi einhvers staðar á sumarmánuðum. Það liggur ekki alveg nákvæmlega fyrir en um það leyti. Nú það sem fyrir íslenska neytendur blasir við er auðvitað að það lækka tollar á ákveðnum vörum sem þýðir það auðvitað að það verður hagkvæmara að flytja vörur til Íslands frá Kína og stærðargráðan af innflutningi til Íslands frá Kína hefur verið eitthvað á bilinu 30-40 miljardar. Þannig að þetta eru stóra tölur og við gætum alveg séð þær tölur vaksa enn frekar því að tollfrelsi eru auðvitað aflvaki breytinga sem á að skila sér til neytenda. Þannig að við myndum ætla bæði fyrir neytendur og eins kannski hvað varðar svona ákveðnar iðnaðarvörur að þá verði áframhaldandi vöxtur í innflutningi vara frá Kína. En þetta er ekki allt vörur bara sem það er ekki nóg að vara sér framleidd í Kína. Við erum ekki endilega að sjá Nike-skó og iPada eða eitthvað þess áttar eða hvað? Já, þetta gilda flóknar reglur en það eru svokallar upprunareglur sem þarna gilda og svo framarlega sem varan sé sannarlega framleidd í Kína upp að nægilega miklu marki. Þá skilar þetta tollfrelsi sér til Íslands og það sem er kannski áhugavert í þessu sambandi er að við höfum átt í töluverðum vandræðum til dæmis hvað varðar innflutningi á fatnaði að íslenskir verslunaraðilar og slíkir þeir hafa gjarnan flutt í gegnum Evrópu og af því að við erum nú smá hérna upp á Íslandi þá hefur það í rauninni þýtt það að við höfum fengið vörur sem hafa verið tollaðar frá Kína inn til Evrópu og þar er þá greiddur tollur í rauninni. Þessir evrópsku aðilar sem eru millileiðir þeir hafa ekki verið tilbúnir til þess að kvitta upp á að fá þann toll endurgreiddan þegar þetta síðan flutt til Íslands og það myndast á aftur tollur þar. Þetta er þessi svokallaða tvítollun sem menn hafa verið að kvart yfir. Og tækifæri núna er þá það að í rauninni að tryggja það að varan sé flutt beint frá Kína sem kannski er mikið tækifæri núna því að það að losna við tvítollun er stórt hlutfall af vöruverði og þar alveg munu menn fara þá leið sem þá vonandi skila sér til neytenda. Höfum við einhverja hugmynd hversu hátt hlutfall af varningi hér á Íslandi er komið frá Kína og þessi samningur myndu ná til? Það er nú stundum sagt að allar vörur séu framleiddar í Kína. Hvaðan sem menn hafa verið að kaupa þar og oftast í gegnum Evrópu en jafnframt frá Bandaríkjunum þess vegna. Þetta er náttúrulega stærsta framleiðsluland í heimi. Þannig að geta flutt inn beint og losna við þessa tvítollun þýðir náttúrulega á að þýða verulega lækkun í vöruverði og hagkvæmar innkaup. Þannig að neytendur ættu að finna marktakan mun bara í heimilisbókhaldinu? Já, það er maður ætlað. Yfir þennan tíma, svo auðvitað verður að hafa það í huga að þá eftir að reyna á þetta sem ég nefni varðandi flutningsleiðina beint frá Kína til Íslands og þar aftur við svona okkur er pínlítið refsa fyrir það að þurfa að eiga við þessa tvítollun vegna þess að við erum smá í viðskiptum við evrópska aðila. Við verðum náttúrulega áfram smá þannig að þá reynir á það að íslenskir aðilar séu duglegir að sameinast það að flytja vörur með hagkvæmum hætti í gegnum hafnir eins og Rotterdam eftir sem áður en það verður þá ekki tollaðar inn í Evrópu heldur beint til Íslands en stærðarhagkvæmnin gæti alveg verið meiri í flutningi frá Kína til Íslands þannig að það á kannski eftir að reyna á það að hversu miklu leyti menn munu nýta sér þetta en þetta er mjög verulegu hvati af því að munurinn er svo mikill. En fyrir atvinnurekendur á Íslandi og bara bæði tækifærin hérna heima sem skapast við þetta og líka úti. Jónína, þú ert með ferðaskrifstofu til dæmis? Já, en alveg aðeins bursi frá því að þá kannski aðeins að skjóta því að varðandi þetta með vöruna að það eru ákveðin tækifæri líka í samningnum og Almar nefndi upprunareglurnar og svo til eitthvað sem heitir uppruna uppsöfnun. Það hefur jafnvel verið bent á það að séu tækifæri fyrir erlend fyrirtæki, ekki kínversk heldur erlend, til að stofna fyrirtæki á Íslandi og fara út í fullunna vöru. Eða fyrir Íslendinga að taka vöru til Íslands fullvinnan og selja hann á aðra markaði. Það eru ýmsir svona aðrir möguleikar sem eru líka í þessum samningi.
Já, en eins og tækifæri fyrir atvinnurekendur, hvaða möguleikar eru núna í stöðunni fyrir okkur? Já, þeir eru þetta heilmiklir og á innflutningsleiðinni mun meðal annars inn á þetta sem Jónína nefnir að þrátt fyrir þessar upprunareglur þá verður Ísland mögulega svona einhvers konar með tímanum miðstöð sem að getur fullunnið vöru þetta gildar endar þessar ströngu reglur þannig að það er ekki nóg að setja reimarnar í skóna eins og sem er svona kannski frægasta dæmið við það verður varan ekki íslensk því að þar auðvitað reynir á að við erum í þeirri stöðu eina landið í Evrópu að við verðum þá með tollfrelsi á milli okkar og Kína annars vegar og tollfrelsi á milli okkar og Evrópuþjóðana hins vegar. En svo eru þetta önnur tækifæri og við til dæmis vonumst til þess ef við horfum bara útflutningsliðina að það muni vaksa útflutningur á sjávarafurðum og öðrum afurðum til Kína frá okkur og við erum auðvitað á þess að það hái okkur verulega þá það þannig að það mikill halli á viðskiptum við Kína. Við flytjum mun meira inn heldur en við flytjum út til Kína og samningurinn á þá að setja okkur í mun betri stöðu til þess að breyta því hvað varðar vöruviðskiptin og svo auðvitað eru þjónustu viðskiptin, alls konar ráðgjöf og annað þess áttar. Samningurinn ætti að einfalda að einhverju leyti það svið líka þannig að íslensk þekking á að eiga greiðari leið til Kína heldur en áður hefur verið. Já. Eru Íslendingar sérstaklega eftirsóknarverður svona viðskipta aðili við Kínverið þessu í ljósi þess að við getum ekki fluttin mikið makt til þeirra? Nei, það er akkurat eins og Almar bendir á. Aðilar þurfa að standa saman á Íslandi innflutningin til að gera hann hagkvæmari. Vegna þess að Kínverjar leggja nú upp úr því að selja í svolítum stórum skömmtum. Það er yfirleitt gámafylli sem fólk þarf að kaupa og þetta er spurningin samstarf hjá innflutningsaðilum á Íslandi innflutning til Íslands til að nýta beinaninn og millileiðalausan innflutning til að nýta okkur á tollfrelsi. En smæðin náttúrulega hefur ákveðin hátt háð okkur. En það gerir það hins vegar ekki í þjónustuviðskiptunum. Og fríverslunarsamningur lítur svona vöruviðskiptum, einhvern veginn heitið felur það í sér, en það eru líka ákveðin tækifæri í þjónustuviðskiptum. Og það má segja að með þessum samningi þá er hvorki Íslandi eða Kína að taka á sig frekari skuldbindingar en þeir höfðu áður og þetta eru rauninni tilboð sem báðir gerðu á vettvangi alþjóða viðskiptastofnunar á sínum tíma. En hins vegar hefur umhverfið í Kína til að stofna fyrirtæki verið svona losna og þeir hafa svona fallið frá ýmsum takmörkunum og hömlunum sem þar hafa verið. Já. Þannig það eru ótal tækifæri á að stofna þar fyrirtæki þjónustuviðskipti. Þú ert með ferðaskrifstofu Iceland Europe Travel og mynd að væntanlega bara finna á eigin skinni hvaða áhrif þetta hefur. Ertu strax svona, er þetta strax fyrir að opnast eitthvað svona fyrir þér eitthvað dyr eða? Nei, fyrir ferðamennina sem slíka þá held ég að ég hef að nýlega lesið tölu sem sagði það er ekki nema 4% þeirra sem koma til Íslands ennþá sem koma frá Asíu. Þannig það er rosalegu markaður. Þetta er náttúrulega það sem hefur verið skilgreind sem the emerging market, það er Asía, gagnvart ferðaþjónustunni. En hjá okkur og minni ferðaskrifstofu þá leggjum við svona áherslu á að ná til efnaðri ferðamanna, ekki upp á fjöldan og ég held að það sé svona í þá íslenskra náttúru og umhverfis að við reynum að fá fólk sem hefur meiri greiðslugetu en að stefni ekki á því að fá sem mestan fjölda til Íslands. Og við horfum, höfum tvær okkar höfum verið og önnur hefur verið þetta í 10 ári í Malasíu, þannig við horfum töluvert til Asíu. Og það eru þetta tækifæri til að vera með þjónustufyrirtæki í Kína, ekki ferðaskrifstofu, getur það ekki, en einhvers konar ráðgjafarskrifstofu í samstarfi við kíneska ferðaskrifstofu. Þessi beina tenging að kannski íslenskur innflytjandi flytji beint frá Kína, kannski leggur aukna svona ábyrgð og hans herðar að gæta upprununum að það sé, til dæmis hvernig bara komið fram í verkafólki í viðkomandi verksmiði þar sem varan er framleidd og þess og þar. Er eitthvað í samningnum sem tryggir það að við getum svona gengi og skuggum að það sé vel búið af fólki sem eru framleiðsluða? Sko þeir sem eru með einhvers konar svona trading company í Kína, þeir náttúrulega þetta horfir gagnvart þeim, en oftast hefur nú verið lögð áherslu á að fólk þurfa að vera með einhvern sem gætir að gæðunum og meðal annars sé í sambandi við verksmiðjur og skoði hvernig hagur verkamanna er. Þannig að það kemur kannski ekki beinlínis samningnum við. Þetta eru bara svona almennt tíðkasta í þessum viðskiptum að það eru trading company og síðan er það gæða eftirlitið meðal annars þetta varandi vinnuvernd og annað sem menn þurfa að huga að. Og samningurinn alltaf nefnir þetta, hann leggur áherslu á þetta. Sjáu þið fyrir ykkur að þessi samningur verið til þess að við að bara sífill stærri hluti af íslenskum innflutningi og útflutningi færi til Kína en ekki til Evrópu eða Bandaríkjanna? Já, ég hugsa að við erum í rauninni í miðri slíkri þróun, svo má segja. Það var það örlítið hiksti á innflutningi frá Kína eftir hrun hér, svo er hann að taka tiltölulega hratt við sér aftur.
og í rauninni má segja að óháð samningnum að þá muni þessi þróun halda áfram en samningurum mun að sjálfsögðu ýta undir hana og ég held að til dæmis á útflutningsliðinni þá verður mjög fróðlegt að sjá hvað gerist því að þar þurfum við kannski á því að halda það gott fyrir Íslendinga að hafa Evrópu og Bandaríkin sem sterka útflutningsmarkaði hvað var að sjávarafurðir til dæmis og Asía og þar með talið auðvitað Kína getur verið mjög mikilvæg í því samhengi líka þannig að ég held að við sjáum það fyrir okkur að það muni aukast og svo varandi vörurnar bara til þess að halda áfram á þessu nótum sem við vorum á þannig að þá eru þetta þekking okkar að aukast á því að eiga viðskipti við Kínverja því að við megum ekki gleyma því að þetta eru án þess að ég hef nú aldrei komið til Kína sjálfur en þetta eru gerólík samfélög nálgun manna og viðskipti eru mjög ólík og það eru mörg víti sem að menn þurfa að varast í innflutningi því að þar kemur að þessum gæðamálum sem að Jónína var að nefna að menn aðeila sem hafa staðið í innflutningi hafa lent í margs konar vandræðum, ekkert of alvarlegum en það eru fljóta að myndast einhver tjón í viðskiptum og þess vegna við alltaf bent aðeilum á að fara varlega, vera búin að kynna sér vel framleiðsluferli og annað þess áttar til þess að tryggja það að þegar varan kemur hingað heim að þá sé hún í takt við þær kröfur sem hér ríkja. Man hefur stundum sagt að menn ætti ekki að vera að leita sér að samstarfsaðila á netinu. Já. Þetta svolítið meiri vinna heldur en það, en það alveg rétt og tek undir það sem Almar að benda á. Þetta spurningin kunnáttu og reynslu og það kemur náttúrulega bara með tímanum. En varðandi útflutningin, að þá það ekki þannig Almar að það eru 90% af útflutningi Íslands til Kína eru sjávarafurðir. Og áherslan ekki alveg 90. Já, eitthvað það. Já, þannig áherslan hefur svolítið verið líka í umræðum þennan samning útflutningin og þá sjávarafurðirnar. En á þessari málstofu sem nú tilefni þess að við erum komin hérna í morgunsárið, þá ætlum við einmitt að beina svolítið athyglinni að hagkvæmari innkaupum, altså innflutningi til Íslands og eins að þjónustu viðskiptunum og fjalla líka stofnun fyrirtækja. En hvað erum við að snúa, erum við þá fyrir tilstætti þessa samnings fyrir Kína, erum við þá að snúa baki með einhverju tækifæri sem kunna býða okkar til dæmis í Evrópu? Fríverslunarsamningurinn fer náttúrulega ekki saman við aðild að Evrópska efnahagssvæðinu. Það alveg ljóst og á þetta hefur verið bent í stjórnmálunum að eins og eru við náttúrulega sem er verðmætt fyrir okkur í sjálfu sér að vera í þessari stöðu gagnvart Kína ein Evrópuþjóða en að sjálfsögðu að við myndum stíga ykkur skref í átt að Evrópusambandinu þá tækju yfir þær skuldbindingar sem sambandið hefur gert við aðra þjóðir og þar auðvitað staða sambandsins í því tilviki verri gagnvart Kína en hún að verða Ísland versus Kína en það mál auðvitað eitthvað sem að menn þurfa að meta mun heildstæðar en það en við auðvitað Íslendingar þurfum bara erum í þeirri stöðu við þurfum að nýta hvert einasta tækifæri bæði að láta útflutningin vaksa og verðmæti hans og ekki síður að flytja inn á hagkvæman hátt og þessi samningur eru auðvitað bara kærkomið tækifæri til þess að vinna í það átt. Við erum náttúrulega ekki að loka neinum dyrum, við erum áfram aðilar innri markaði Evrópusambandsins, það ekki verið að loka neinu en þetta tvennt fer allavega ekki saman en fríverslunarsamningurinn alls svo á borðinu og þá spurningin hvaða tækifæri eru þar til hagkvæmar innflutnings og útflutnings. Verðið vör við það að íslenskir atvinnurekendur séu mikið svona að leita hófana með einhvers konar innflutninga eða samstarfi Kínverja í tilefni þessu samningi? Það eru ýmsar hugmyndir í gangi. Já, ég held að maður fann það leið og umræðan fór að vaksa samningin og þá jókst til dæmis trafikki til okkar, bara hvað var þar fyrirspurnir og annað þess áttar, þannig að það alveg ljóst að það virðist hafa áhrif. Þó maður sjá svo sem ekki ennþá svona með beinum hætti hvað áhrif þetta kunna hafa, en allavega á hugmyndastíhinu þá alltaf flegi ferð, maður verður var við það, í báðar áttir, innflutningur og útflutningur. Svo verðum við svona að sjá hvernig það þróast í þessum tölum sem ég nefndi varðandi vöru og þjónustu inn og útflutning. Það hefur ákveðnar tortilling gætt gagnvart þessum samningi. Fólk svona talaði að Kínverjar hafi rauninni litla hagsmuni að því að semja á jafnlítir ríki og Ísland að það sé eitthvað svona stærra undir þessu að ná fótfestu hér á norðurslóðum einhverju slíku. Hvað finnst ykkur slíkar vangaveltur? Ég held að við höfum nú tjáð okkur aðeins eins og þessi margfrægu mál mögulega fjárfestingar núbó hér á Íslandi til dæmis. Ég held að við Íslendingar í sjálfu sér verðum að fara mjög varlega í svona umræðu. Að sjálfsögðu eigum við að ræða það ef að menn telja að það sé eitthvað teikn á lofti en þegar þetta eru mjög miklar getsakir eins og í þessu tilviki þá geti ekki sé að það þjóna okkur hagsmunum að vera of upptekin af því. Að sjálfsögðu ber okkur að tryggja það að svo fjárfesting sem kemur inn í landi að hún fylgi þeim meginreglu sem við viljum standa að en ég held að við ekki að byggja hér upp samfélag þar sem að við gerum einhvern sérstakann greinamun á því hvort að fjárfesting komi til dæmis frá Kína eða einhverju landa Evrópusambandsins. Ég held að það sé ekki
rétt vegferð en að sjálfsögðu eru hagsmunir þegar verið að fjárfesta í landi og öðru slíku, þá eðlilegt að Íslendingar setji sér eðlilega reglur það, en það kannski ekki endilega mínum að mismun eftir þjóðerni eins og ég var að nefna. Jón, hefur þú einhverja fyrirvara við þetta? Nei, ég tek bara undir þetta og svona geld varhug við hvers konar fordómum í þessa veru og útlendingar, Kínverjar aðrir fá ekkit meira heldur en semjum við þá. Þannig að menn þurfa bara að fara varlega í hvers konar samningsgerð og vita hvað þeir eru að láta hendi og hvað þeir eru að fá í staðinn. Það verður málþing þessi efni á 50-dagsmorgun? Já, í Hvammi á Grand Hoteli, byrja klukkan 8:30 og þeir sem hafa áhuga á að sækja eitt opið öllum en á vegum félagskvenna í atvinnurekstri, félagsatvinnurekanda og Íslensk-kínverska viðskiptaráðsins og benda á það að skrá sig á ikvaf.is. IKVF.is. Já, og þarna eru sérfræðingar ýmsir úr utanríkisráðuneytinu og frá tollinum sem fjalla samningin, tollana, tollfrelsið og upprunareglurnar og annað. Og svo meðal annars þarna Örn Svavarsson sem tala frá eigin reynslu og Hans Bragi Bennarsson líka og þá stofnun fyrirtæki í Kína. Kæra þakki fyrir komuna Almar Guðmundsson, framkvæmdastjóri félags atvinnurekenda og Jónína Bjartmars, framkvæmdastjóri Iceland Eurotravel.